og við fáum einkunnin fyrir Guðnýju og Hraunar 6,8 6,9 og 7,0 það gerir 6,80 og 7 í meðalengun. Þá hann mættur inn á gólfið hann Friðrik Snær Friðriksson og Garpur frá Syðra Skörðugili, 7 vetra Jarpur. Garpur undan Glúmi frá Dalandi og Gná frá Lækjarmóti og Friðrik Snær keppir fyrir Kastalabrekku. Vertu velkomin Friðrik, þú gefur okkur merkið góða þegar að þú hefur þína sýningu og gjörðu svo vel. Þá hann Friðrik kominn til okkar. Hann ætla okkar nú einbytting að fara hans. Hann ætla að sýna okkur opin sniðgang á tölti á brokki, slöngulínur á brokki og hring á stökki. Hann byrjaði í opnum sniðgangi. Sko, æfinginni út sjálfan sér gekk nokkuð fínt. Það var fínt snið og svona aðeins óstög og smá stilleiki í henni fannst mér. Það mun betra hér, hvað var það allavega mýktina, en svo eins í úrara vantar jafnari sveigja kannski. Já, það var líka kannski bara aðeins ójafn í fyrri. Já. En eins og hér eins og við dæmum gangtegundir, þá viljum við náttúrulega hestum sé réttri góði gangtegund í gegnum æfingu, annars er það svona frekar til frádráttar. Já. Þá hérna slöngulínunar. Svona vantar örlítið flæði í þær. Og það sem ég velti fyrir mér að hans líkamsbeiting, hann vera svona mjög djúpur og alltaf að sveigðu spori. Þannig að hann komið betur fram á tauma sig góðri líkamsbeitingu gegnum æfuna, svona reyðlengd, hann hélt henni nokkuð fínt sko. Já. En svona var hans óstöður í líkamsbeitingu. Þá kemur opni á brokki. Og sko var hann ekki aðeins ójafn, mér fannst hann enda nokkuð vel, en svona í byrjunin fannst mér allan frá mínusanni hátni svona. Vantaði svona örlítið meiri bara stöðuleika. Það var svona aðeins í úr. Þannig kemur stöðuleikinn. Já, alveg í endanum. Já. Hann með lag í stíl við nafnið, Garpur. En hann rosalega fallegur á tölti hérna hesturinn. Já, mjög. Bara mikil útgeislun og það hérna reyndar á til hans og hérna aftan. Já. En það eitthvað við hann hest og hann á tölti. Svona mikil orka í skrefin líka. Hann verður 7 vetra í vor. Já, hann ekki orðinn eldra, þannig að það alveg kannski bara örlítil styrkleysi þegar þessi ójafna kemur þegar að það fær hann ídra stökk og finnur það, hann leiðrétti það. Það gott hjá honum að taka hérna eitthvað hring og endur taka. Þannig gengur á því. Hann ætlar að ríða stökk á hringnum. Hérna vantar svona betri reiðleið finnst mér. Þannig að missir hann inn og út aðeins og jafnvægi sko. Og fer svona full nálægt skamhliðinni. Já. Hann á að vera 2 metra frá. Það svona sagt, já. Það svona, dómara held ég ef að svona greinlegt að sé ekki stuðningur. Já. Það ekkert, fólk fyrir ekki með málband þarna. En hérna, aftur á móti með þurfa að knapra að passa sig, ég myndi að halda við þessa reglu. Já. Hérna lendur hann aftur í smá brasi fyrst. Þetta náttúrulega svona til frádráttur á flæðinu svona ef að margar æfingar og svona gangskipn og svona fyrir að mistakast. En rúlað skemmtilega stökki hér. En vandar betra hliðajafnvægi samt. En eins og segir, ungur hestur og vandar bara styrk því að þó hver maður að glitta hérna alveg í mjög góða gangtegundur inn á milli, já.
Og það mínúta, bara 1 mínúta eftir. Þetta nú þvælefnilegur hestur held ég. Já, og hann búinn með allar æfingarnar sínar, þannig að nú getur hann bara Sín gangtendur og ekki sér. Hérna hann aftur svona ölliti djúpur, sko. Þetta var svona skegn og gangandi á til, sko. Það vandrunnu bara hann hérna hálsinn virkist betur og að baki verður virkara. En hérna efnilegt hérna fett. Já. Já, þetta eflaust mjög spennandi og lofandi hestur. Lofandi hestur fyrir framtíðina. Þarna kemur hann mjög skemmtileg inn í koma góði punktur á hæg og tölti. Það er hann alveg mjög skemmtilegur. Já. Hérna er hann líka jafnari, hann heldur þetta mestuleyti vel út. Já. Og það tíminn búinn, takk fyrir. Það verður gaman að fylgjast með þeim í framtíðinni. Já. Friðrik Snær og Garpur. Og það Guðni Dís og Hraunar hlutu hérna áðan 6,810 í meðalengun og það er 4. sætið eins og af þeim rengunum sem við erum búin að reikna. En við fáum engunir fyrir þá félaga.